Jæja, sérðu, þá ætla ég að vera með fyrirlestur þar sem að við förum í gegnum þennan kafla 5.4, þar sem að við erum að tala um hvarfvermi. Og hérna í þessum kafla ætla ég að taka dæmið sem að er að metan, ef að metan brennur í súrefni, þá myndast koldíoxíð, CO2, gas, plús 2H2O á vökvaformi. Og gefið er að hvarfvermið fyrir þetta efnahvarf er mínus 890 kílósjúl. Sem þýðir það að við það að þetta efnahvarf eigi sér stað, 1 mól af metani, hvarfast 2 mól af súrefni og það myndast 1 mól af koldíoxíði og 2 mól af vatni, að þá losna mínus 890 kílósjúl, eða sem sagt þá losna 890 kílósjúl til umhverfisins. Og þetta er sem sagt, við segjum að þegar 1 mól af CH4 er eða hvarfast við 2 mól af O2, þá myndast 1 mól af CO2 og 2 mól af H2O. Ég ætla að setja hérna liquid, að það skiptir máli hvaða ástandi þetta er á. En venjulega þegar við erum að gefa upp svona hvarfvermi, þá er miðað við að þetta sé við 25 gráður á Celsius, það er svona staðal aðstæður. Sem sagt þegar, já, og 890 kílósjúl af varmaorku losnar. Þess vegna erum við með þetta mínusmerki hérna. En það skiptir máli líka að þegar við erum að tala um þessa 890 kílósjúl, þá erum við ekki með kílósjúl á mól eins og venjulega er nú gert fyrir delta H. Og það er að því að við erum með 1 mól hér, 2, 1 og 2. Þannig að við getum sagt að delta H, þessa hvarfs með tilliti til CH4, er sama sem mínus 890 kílósjúl á 1 mól CH4 eða bara mínus 890 kílósjúl á mól. Fyrir hins vegar súrefni þá erum við með 2 mól af því. Þannig að myndu segja að hvarfvermið með tilliti til súrefnis er sama sem mínus 890 kílósjúl á 2 mól af O2. Þar sem að þessir 2 eru þessir 2. Þannig að erum við með 445 og passa sér líka þegar setja inn í reiknivél að formerkið gleymist ekki og þá er það 445 kílósjúl á mól. Þannig að það skiptir máli hvaða efni við erum að skoða þegar við förum svo í dæmi eins og sýnidæmi 5.4 fyrir neðan. Það sem að þarf að taka fram líka í sambandi við þessi hvarf, að ef að efnahvarf er útvermið, sem sagt það losar varma, þá er öfuga efnahvarfið. Ef við tökum myndefni og breytum þeim í hvarfefni og hvarfefni verða myndefni, þá snýst delta H við. Þá verður hvarfið innvermið en stærðin er nákvæmlega svo sama þannig að það verður plús 890. Þannig að það eru þá reglur að ef
hvarfi snúið við, breytist formerki á delta-H. Þannig að hérna myndum við vera með, ef ég byrja hérna á CO2 plus H2O verður að CH4, og þetta á að vera 2 H2O, CH4 gas plus 2O2 gas, þá delta-H hérna plus 890 kilojúl. Það segir sig sjálft að ef að efnahvarf, það losnar orka við að það eigi sér stað, þá binst orka við að það fari aftur á bak. Og ef við myndum líta hérna á orkulínurit, þar sem við værum með hérna fyrst CH4 plus 2O2, við skulum hafa það hérna, það náttúrulega orkuhærra, CH4 plus 2O2 og svo efnahvarfið, þá það sem sagt CO2 plus 2H2O, að við það að efnahvarfið eigi sér stað, þá lækkar orkan og delta-H sem sagt mínusskildi. Ef hins vegar að það snýst við, þá það einfaldlega það að við erum með nákvæmlega sömu orkuna, því við erum með eitthvað þetta sem sagt vermi, hérna erum við með H1 og H2. Ef að við hins vegar byrjum á CO2 og H2O, og ætla að hafa þetta með rauðu, CO2 plus 2H2O, það hefur þetta vermi H2, sem var alveg sama vermið og hér, þó að við myndum þetta kalla það H1, þegar við byrjum hérna og værum að fara upp í það sem áður var myndefni. Nú ég sem sagt að skoða þetta hérna hvarf. CH4 plus 2O2. Hérna erum við að fara í þessa hérna átt. En þetta sama bilið, það ennþá eftir sem áður sama innri orkan eða þetta vermi sem sagt það sama fyrir hérna CO2 og 2H2O, hvort sem það myndefni eða myndefni eða hvarfefni. Þannig að hérna myndi þá delta-H vera sama sem plússkildi, en stærðin á bilinu svo sama. Þannig að hérna það bara formerki sem breytist. Og síðan annað að það skiptir mjög miklu máli hvort að við erum með liquid eða gas. Þannig að alltaf þegar þið eru að leita gildum í töflum fyrir þessi efni, þá verðið að passa ykkur á því ef að þið fáið efnahvarf þar sem 2H2O liquid, að þá fáið annað gildi fyrir þetta efnahvarf heldur en það væri gas. Þá getur sagt að fyrir hvarfið CH4G plus 2O2G, nú ég bara að taka þetta hvarf aftur, verður CO2 gas plus 2 H2O gas. Það var sem sagt kemur rautt undir gasið. Þá delta-H sama sem mínus 802 kilojúl. Það sem sagt minni orka sem losnar við það að þetta sé á gasformi heldur en vökvaformi. Munurinn í rauninni, munurinn þá sá sem felst í því að gasið umbreytist yfir í vatn eða liquid. Þannig að þið þurfum alltaf að hafa þetta í huga. Nú, ég ætla þá að þetta það sem rætt síðan förum við út í þessi dæmi að finna varma sem losnar í efnahvörfum og að
Og miðað við það að efnahvörfin sem okkur gefin erum við alltaf með 1 mól á móti 2 á móti 1 á móti 2. En svo fáum við spurningu, ok, hvað losnar þá mikill varmi ef að ég byrja með 587 mól af metani? Þá náttúrulega losnar miklu meiri varmi heldur en þetta væri bara 1 mól af metani. Þannig að, og varmin er náttúrulega Q, meðan þetta hérna vermið. Þannig að vermið, það alltaf háð bara því að það sé 1 mól á móti 2, sem sagt svona lægstu mögulegir stuðlar. Q hins vegar bara það magn sem að þú ert með í höndunum. Og og þarna maður þá líka með það í huga að þegar við erum að nota delta H, þá skiptir máli hvort að það verið að gefa okkur magn af metani eða magn af súrefni þegar við erum að reikna út varma sem losnar. Þannig að ég ætla að gera sýnidæmi 5.4 og bæta örlítið við það svo að það séu fleiri reiknireglur eða fleiri dæmi sem sýna ykkur hvernig þetta þá reiknað út. Nema það að ég kannski var aðeins og fljóta á mér að stroka út þetta efnahvarf. En við setjum það bara inn aftur. Það var sem sagt sýnidæmi 5.4. Og hérna erum við þá með sem sagt hvarfið metan pluss súrefni breytist í koldíoxíð pluss vatn, H2O liquid. Delta H er sama sem mínus og þetta var 890 kílósjúl. Og nú er spurt hvað losnar mikill varmi? Og það er sem sagt Q við það að 4,50 grömm af metani brenna í súrefni. Þetta er þá bara sem sagt að CH4 hvarfist við súrefni og þetta hérna eru myndefnin. Hérna áttu nú reyndar að vera 2. Og við erum með jöfnuna að varmi er sama sem mól sinnum hvarfvermi. Og þá er best að hafa í huga að þið eruð hérna með 1 mól af CH4, þannig að það er alveg hægt að segja að delta H sé sama sem mínus 890 kílósjúl deilt með 1 mól CH4. En auðvitað þarf þá að byrja eins og alltaf að finna mól. Mól er sama sem massi deilt með mólmassi. Og við erum að tala mólmassan af CH4. Sem sagt, mólmassi CH4 12,01 pluss 4 sinnum 1,01. Og þetta gefur svo mikið sem 16. Má sjá, hvað var ég með þetta? Maður ást ekki að þurfa að þetta er sem sagt bara 16,05 grömm á mól. Þannig að hérna myndum við vera með 4,50 grömm deilt með 16,05 grömm á mól. Og út úr þessu kemur svo mikið sem það voru 0,280 mól. 0,280 mól af metani. Þá erum við komin með hérna mólin og delta H. Þá getum við sagt að Q er sama sem 0,280 mól CH4 sinnum. Svo er að passa að gleyma ekki formerkinu. Það er orka sem er að
að losna og það 1 mól af CH4. Þannig að hérna erum við þá búin að stytta út mól af metani og út úr þessu koma -250 kílósjúl. Þannig að 1 mól af metani, þá losna 890 kílósjúl. Ef við hins vegar erum með 0,28 mól af metani, þá fáum við minni orku, það losnar minni varmi. Og það myndi þá vera hérna -250. Ég ætla að bæta við dæmið. Það ágætt að taka líka þá aðstæður þar sem okkur gefið hversu mikið magn af súrefni, þar sem við erum með 2 hér. Þannig að við skulum segja það að þetta sé A, svo kemur B og þá það hvað losnar mikill varmi við það að 7,15 grömm af O2 hvarfast. Og við erum alltaf að tala þetta efnahvarf. Hérna myndum við auðvitað þurfa að gera eins og áður að finna mól af súrefni. Hérna vorum við að finna mól af metani. Massi deilt með mólmassi sem 7,15 grömm og að því að við erum með O2 þá það 2 sinnum 16 eða 32,00 grömm á mól. Og út úr þessu koma, að reikna allúanur og vara, 7,15 deilt með 32, þetta eru 0,223 mól O2. Núna getur maður tekið þessa tölu og sett inn í jöfnuna Q sama sem mól sinnum delta H. Nema hérna erum við þá með 0,223 mól O2 sinnum, svo gerir það alveg svo hér, -890 kílósjúl deilt með, en nú erum við ekki með 1 mól, heldur 2 mól. Þannig að það eru 2 mól O2. Þannig að þar með styttast mólin út af súrefni. Þetta var 0,223 sinnum 890 deilt með 2. Þetta gefur 99,4. Og hérna sem sagt svolítil hætta á því að gleyma mínusnum. Að því að maður ofta ekki að reikna með hann þegar maður með 0,223 sinnum 890 deilt með 2, en að passa það að mínusin komi í útkomuna, þannig að þetta -99,4 kílósjúl. Þetta besta aðferðin til þess að nota þessi hvarfvermi sem eru gefin, að deila í bara með mólfjöldanum sem í jöfnunni. Nú að lokum ætla ég að taka lið C sem að ég bætti líka við til þess að við værum með allar gerðir af svona útreikningum. Og það að finna mólin í þessari jöfnu. Og það þá spurningin sem sagt hversu mörg mól brunnu af metani ef varminn sem losnar 1233 kílósjúl. Hversu mörg mól brunnu af metani, CH4, ef varminn sem losnar og það Q, 1533 kílósjúl. Og þurfum við að passa okkur á því að mól, þau eru náttúrulega alltaf jákvæð stærð.
Hérna eru þið með mínus 890 kilojúl. Hérna náttúrulega verið að tala varma sem losnar. Þannig að við erum með að Q sama sem mínus 1533 kilojúl. Svo erum við auðvitað með delta H sem mínus 890 kilojúl á hvert mól af metani. Og við erum með jöfnuna að Q sama sem mól sinnum hvarfvermið. Þar af leiðandi að mól sama sem, svo færum við þetta bara undir jafnaðarmerkið. Q deilt með delta H, það þá mínus 1533 kilojúl, deilt með mínus 890 kilojúl, og hérna getum við sagt þess að á mól CH4. Og hérna mínus deilt með mínus gefur pluss 1233 deilt með 890 gefur 1,72 mól. 1,72 má sjá aftur. Já, 1233 deilt með 1,72 mól CH4. Svona eru þessi dæmi reiknuð og það þá ekki meira þennan kafla 5.4 að segja. En næst mun ég þá gera hérna fyrir næstu viku, þá á föstudaginn kemur, þá mun ég gera dæmi úr kafla 5.5 eða fyrirlestur. Takk fyrir.